Í dag ætlum við að lesa blaðsíðu 56 í orðfyllu. Uppáhalds sjónvarpsefnið. Matthildur og Hrafnkell eru vinir. Þau hittast og fara að tala saman. Uppáhalds þýðir á ensku favorite. Uppáhalds maturinn minn, uppáhalds litur, uppáhalds leikari og svo framvegis. Matthildur heitir stelpan og Hrafnkell heitir strákurinn. Þau eru vinir. Þau hittast og fara að tala saman. They meet and start to speak together. Matthildur. Hæ, er þér kalt? Hrafnkell. Nei, af hverju heldurðu það? Af því að þú ert með vettlinga? Já, það er af því að ég var á mótorhjólinu mínu og það er svo kalt að halda í stýrið. Ég skil. Og eru sólgleraugun til þess að fá ekki vindinn í augun? Já, og líka til að vernda þau fyrir birtunni. Hvaðan ert þú að koma? Ég var í Bónus að kaupa tómata og sveppi fyrir mömmu. Hún ætlar að hafa fisk í kvöldmatinn og það er svo gott að hafa sveppi og tómata með honum. Orðaforðin hér, fyrst, er þér kalt, are you cold? Þá segir maður, mér er kalt, þér er kalt, honum er kalt, henni er kalt, okkur er kalt, ykkur er kalt, þeim er kalt. Og af því að það er kalt á Íslandi, because it is cold in Iceland, this is something we say quite often. Og svo er það að halda, to think, to hold the opinion. Til dæmis, ég held að það sé að fara að rigna. I think it is going to rain. Og svo er það vettlingar, mittens. Munið að vettlingar er ekki það sama á hanskar eða gloves. Og svo er það aftur sögnin að halda. En núna, þegar maður heldur á einhverju, to hold something or carry something, ég held á tösku, ég held á síma, ég held á barni. Svo er það sögnin að fá, sem þýðir á ensku to get. Ég fæ, þú færð, hann fær, við fáum, þið fáið, þeir fá. Að lokum, sögnin að vernda, to protect someone. Og síðasta orðið birta, birta. Það þýðir á ensku brightness. Horfðir þú á sjónvarpið í gærkvöldi? Já, ég horfði á þáttinn eldsvoða og hvernig á að nota slökkvitæki. Nei, ég er að meina þáttinn dýralíf í Afríku. Hann fjallaði að þessu sinni sebrahesta og slöngur. Slanga getur gleypt sebrahest þó að hann sé miklu stærri en hún. Nei, ég sá ekki þennan þátt. Ég var að æfa mig að spila á nýja hljómborðið mitt og syngja. Ég var með heyrnartólin á mér og heyrði bara í sjálfri mér. Ég horfi mikið á sjónvarp, sérstaklega fræðsluþætti. Það var til dæmis einn þáttur á sunnudaginn sem var líka frá Afríku. Hann var gull og demanta. Heldur þú að það sé hægt að finna demanta eða dýra málma í jörðu á Íslandi? Í gær þýðir á ensku yesterday og í gærkvöldi þýðir þá last night. Svo er það þáttur. Við horfum á þætti í sjónvarpinu. Og það er á ensku show eða episode. Eldsvoði er annað orð sem er notað þegar hús brennur, þegar kviknar eldur í húsi til dæmis.
Dýralíf á ensku fauna og segir og lýsir því hvernig dýr lifa í tilteknu landi. Að fjalla is in English to be about something. Til dæmis, bókin fjallar gamlan mann sem á rauðan bíl. The book is about an old man who has a red car. Svo það sögnin að gleypa, to swallow. Sérstaklega þýðir á ensku especially. Til dæmis, I like Iceland, especially the weather. Fræðsluþáttur. Þetta orð búið til úr tveimur orðum, fræðsla og þáttur. Fræðsla þýðir á ensku education og þáttur episode eða show. Síðan það orðið hægt sem að þýðir á ensku possible. Það hægt að kaupa kaffi í tækniskólanum. Það hægt að læra íslensku í tækniskólanum. Hægt þýðir líka á ensku slow. Gamli maðurinn gengur mjög hægt. Nei, það held ég ekki, en ég veit að demantur harðastur allra steina. Það var frétt í fréttablaðinu í morgun að fólk sem var á ferðum hálendi Íslands hafi fundið 11 gullstangir og 12 demanta. Það má koma og skoða þá í dag í Perlunni. Farðu heim og komdu svo á hjólinu þínu. Við skulum fara og líta á þetta. Trúir þú þessu? Það var 1. apríl í gær og þetta var bara aprílgabb. Orðin sem eru ný í þessum texta til dæmis harðastur. Harðastur allra steina. Og að vera harður is in English hard. Hard, harder, hardest. Harður, harðari, harðastur. Svo það fréttir. Það eru fréttir í sjónvarpi, það eru fréttir í útvarpi og fréttir á ensku news. Og þarna talað frétt. Þá það eins og news article. Á ferð means to be traveling. Hálendi is the highlands. Hálendi Íslands. The highlands of Iceland. Svo gullstöng, ein gullstöng, margar gullstangir. Gullstöng þýðir bar of gold. Svo það þarna það má. Það þýðir it is allowed or it is possible or you can. Við skulum fara, let's go, or shall we not go? Að trúa is to believe. Ég trúi, þú trúir, hann, hún, það trúir. Við trúum, þið trúið, þeir, þær, þau trúa. Og svo það aprílgabb. Apríl, það mánuðurinn apríl, janúar, febrúar, mars, apríl og svo framvegis. Og gabb. Gabb að plata einhvern, eða á ensku hoax. It is a tradition to tell white lies on the news on April 1st.